Halldór, þetta gekk vel? Gekk mjög vel, bara einstakt alveg. Segðu okkur nú aðeins frá því hvernig þið, í eins fáum orðum og getur þannilega, hvernig þið var hægt að undirbúa þetta? Það sem að ég búinn að upplifa síðustu viku varðandi þróunina sem varð eftir strandi á skipinu gerir það verkum að ég bara hissa og undrandi hvílík fagmennska til þegar þarf að taka á svona málum og fylgjast með þessu björgunarfyrirtæki hvernig það vann skref fyrir skref til að komast að þessari niðurstöðu sem hérna í höfninni í kvöld. Það bara mjög virðingavert og já, eins og ég segi, það aðdáunarvert. Hvað, eins svona tæknilega séð, hvað var það helsta sem var gert? Þeir urðu náttúrulega að stýra því hvernig sjór færi úr skipinu og loft færi inn í skipið því að það var ekki nóg að dæla úr skipinu heldur þurfti að tryggja stöðuleika þess og ég sá hvernig þeir unnu þá útreikninga og hvernig þeir lögðu svo upp með hvernig væri dælt úr einum tanknum hér leið og það væri þá fyllt í annan þarna megin og jafnvel pumpa lofti niður hinum megin. Þannig náðu þeir skipinu og við sáum hvernig skipið reis hægt og sígandi, hallaðist örlítið hingað, svo hallaðist aftur öfugt og lokum var skipið bara fljótandi og jafn stöðugt. Þeir voru svona balanserað skipið og við þokkalegar aðstæður í dag. Já, aðstæðurnar fannst mér ekki þokkalegar en þessir menn eru vanir að vinna við hinn ótrúlegustu aðstöður þannig þeim fannst þetta ekkert svo sérstakt en við vildum ná skipinu út í dag ef það væri hægt vegna þess að veðurspá morgundagsins bara ekki glæsileg og það bara ekki gott ef skipið ber svona utan í grjótgarðin eins og það gerði þarna þannig að ef við ekki náði út núna þá hefði það verið verra farið á sunnudaginn. Hvað eru mikla skemmdir á skipinu? Ég þekki það nú ekki vel, ég veit reyndar að bakborðsíðan svolítið skemmd því að það var hún sem lá út í grjótgarðinum og afturhlutinn en ég held ég láti öðrum að tilkynna það. Og skrúan, hún var farin á það ekki? Já, við heyrðum það sagt að þegar kafararnir fóru og skoðuðu botninn á sinn tíma þá vantaði bæði skrú og stýri. Ég ætla þó ekki að fullyrða sér rétt en þetta heyrði ég sagt. Hvað með farminn? Farmurinn virðist vera nokkuð öruggur. Það fór sjór í lestarnar en þar sem að þetta sement sem blandaðist vökva að þá myndaðist bara hörð skél. Þeir brutu sig niður í þessu skél í dag til að athuga hvernig farmurinn væri undir og það bara þurrt sement. Ótrúlegt. En þegar þú horfir þessa síðustu daga, hvernig þróunin hefur verið, áttirðu vona að þetta myndi ganga svona vel? Nei, ég verð eiginlega að viðurkenna það. Ég átti kannski vona á því að þetta myndi ganga eitthvað í næstu viku. Við varum reyndar hræddur það, ef það færi ekki að ganga mjög vel fljótlega, þá gætu við lent í verri málum til lengri tíma. En leið og þeir voru búin að átta sig á hvernig skipið lá, hvernig skemmdirnar voru svona mestu leyti, hvernig þurfti að bregðast við með uppdælingu og inndælingu, þá bara kom það. Og hvað er þá næsta skref? Næsta skref að reyna að þétta skipið hérna við kantinn til þess að geta dregið það lengra. Hugmyndina sem uppi að fara með inn í Hafnarfjarðarhöfn. Þar þurrkvís sem hægt að setja skipið í og vinna þá betur að því og loka öllum opum þannig að hægt sé að fara með því yfir hafið. Hver það endar veit ég ekki en það annarra ákveða það. Það er ótt að segja að það tekist vel að koma Fjordvík til Keflavíkur hafnar. En aðgerðir hófust snemma í dag en hluti fór að gerast þegar var komið háflóð klukkan 7. Síðan gekk þetta mjög vel hingað til Keflavíkur hafnar. En það eru margir sem að koma að svona björgun? Já, Páll, ég verð að segja það að þegar ég kom að þessu á laugardagsmorgun þá þetta ástand sem ég hef aldrei lent í áður. Það kom mér virkilega óvart að þegar ég fór að kynnast þeim stofnunum hér á landi sem að koma að svona málum við þessa aðstæður, hvað þetta fólk var allt faglegt og vissi hvað það átt að gera og ætlaði að gera. Einnig kom það mér mjög skemmtilega óvart að þessir aðilar sem komu til að bjarga skipinu, hvað þeir unnu faglega og tóku þetta verkefni mjög straumlínulega alveg frá byrjun. Og ég vil bara segja það að ég vil þakka öllu þessu fólki og öllum þeim sem komi hafa að þessu verkefni að reyna að koma skipinu úr sjóvarnargarðinum í Helguvík og að hafnarkantinu hér. Þetta fólk sem á bara mikið hrós skilið.